Ástsóski húsaskjóli fasteignasölu. Greiningardeild húsaskjóls búið að taka saman yfirlit við markaðinn og ég ætla að fara yfir það helsta. Húsnæðismarkaðurinn var gífurlega sterkur á síðasta ári og einkenndist af óvæntum verðhækkunum og flest teikn benda til þess að svo verði áfram. Margþættar ástæður eru fyrir því og helst má nefna vaxtalækkanir, mikinn útlánavilja bankana sem og breytt neyslumynstur vegna kórónuveirusins til að mynda þurfa miklu fleiri heimaskrifstofu í dag en áður. Ef litið er á verðþróun eftir hverfum þá virðist fermetraverð hafa hækkað mest í norðvesturhluta Kópavogs sem og Árbæ en minnst í Grafarvogi og Vesturbænum. Undanfarinn áratug hefur húsnæðisverð á höfuðborgarsvæðinu hækkað 126%. Þrátt fyrir að vaxtalækkanir, útlánaaukning og breytt húsnæðisþörf styðji vissulega markaðinn til skemmri tíma, þá skiptir fólksfjöldi og þróun miklu meira máli til lengri tíma. Talning Samtaka iðnaðarins í september 2020 bendir til þess að íbúðum byggingu hafi fækkað en á sama tíma hefur íbúðum landsins fjölgað. Okkar mat til því að það sé skynsamlegt að fjárfesta í húsnæði núna frekar en að bíða og sjá hvað gerist. Ef þið langar að vita meira eða hefur spurningar varðandi fasteignamarkaðinn, ekki hika við að hafa samband við okkur. Hlakka til að heyra frá þér.